En hann komið til ykkur Steinar Aðalbjörnsson, næringafræðingur. Vertu velkominn. Takk fyrir. Við ætlum að tala við þig aðeins næringu knattspyrnumanna. Já. Vegna þess að það eru mjög margir nefnilega sem stunda knattspyrnu á Íslandi. Það nú bara þannig. Og ekki síst börn úlingar. Já. Og þau velja sér ekki alltaf matinn sinn sem þau borða, heldur það foreldrar og þar þekkingin mismunandi. Og bara svona sem upp af þessu spjall okkar, þá hef ég oftar en einu sinni séð til dæmis í svona turneringu, svona mótum, helgarmótum. Við reyndar á þetta við líka fleira heldur en bara knattspyrnu, handbolta og badminton, að ég sé stundum á milli leikja eða slíkt að krakkar eru jáfnvel að tína upp úr KFC-dóllinni, Kentucky Fried, á milli þess að þau hreyfa sig. Og það náttúrulega hentar afskaplega vel. Og svona til þess að útskýra fyrir krökkum, þá hef ég oft sagt, já, ef þau eru með bensínbíl og kerið á honum til Akureyrar og hann tæmist, myndu þið setja dísilolíu á hann þar? Og þá segja krakkarnir, ég myndi aldrei gera það. Og þá spyr ég, hverju setur það annað ofan í líkamann heldur en hann að nota þegar þú hreyfir þig í knattspyrnu? Og það rosalega mikilvægt að krakkarnir átti sig á þessu. Til þess að líka bara, og fólk hugsa ofta, hvað hann Steinar að gera alla betri knattspyrnum, en þetta snýst ekki það, þetta snýst líka að ef maður er með næriguna góða, þá nýtum maður knattspyrnuna betur og bara eins með alla hreyfingu. Þetta nú þægilegt á svona mótum, það eru margir og það mikið læti og það verið að reyna einhvern veginn að nota tímann og gleypa eitthvað í sig, að þá einmitt eitthvað svona skyndibiti þægilegur. Jú. En óhollur. Já, hann er þægilegur að kaupa en óþægilegur að borða. Það er að segja að þetta kemur til með að trufla líkamsstarfsemina og svona einfaldir hlutir bara eins og ávextir, þeir eru bara gulls í gildi og ég segi oft að besti vinur íþróttamannsins, auðvitað er það vatn, en það er líka banani. Banani hentar á svo mörgum stöðum, maður er fljótur að borða hann og það er góð orka sem kemur frá honum fyrir íþróttir. Þannig að bara svona einfalt dæmi getur breytt mjög miklu. Þú veist að það er þetta lilla rit sem þú varst að senda frá þér, holl næring knattspyrnumanna. Sko, ég er þarna framan á. Þeir eru líkið þú og Messi, það er En þú bendir að sé margt ólíkt í mataræði knattspyrnumanna og þeirra sem stunda ekki íþróttir og það sem þú varst að tala með banan og annað. Þannig erum við að fókusa alltaf mikið á orkuna. Já, ég er að tala það sem er mikilvægt fyrir knattspyrnumanninn að hafa til þess að hann standi sig betur og eins líka bara njóti þess að hreyfa sig betur og þá eru stundum örlítið aðrar áherslur fyrir íþróttamannin heldur en almenning. Það er ekkert annað sem að almenningur lætur ofan í sig heldur en íþróttamaðurinn en það þarf að gæta tímasetningum og magni og yfirleitt nú þannig að knattspyrnumaðurinn þarf að borða meira og svo eins með tímasetningar að þá hentar það þó að við getum til dæmis vakna á barnana, fengið okkur að borða og komið eins og í útsendingu, þá verður maturinn sem við vorum að borða, hann verður ekki til traffala. En einmitt fyrir knattspyrnumanninn eða aðra íþróttamenn að þá borgar sig ekki að borða ofan nálagt keppni eða leik. Af því þá vill líkaminn helst nota blóðið til þess að melta matinn og þá verður ekki eins mikið af blóði og súrefni og orkan er þá ekki framleitt í sama magni líkamannum eins og við værum bara svona temmilega sött. Og þess vegna eins og í þessu riti þá er ég að vera að tala bæði svona tillögur að mataræði og eins á turneringum og slíku, en ekki síður hvað það er mikilvægt að borða í raun og veru innan gæðsleppa á réttum tíma. Og þá erum við að tala ekki síst eftir átökin. Já, það er nefnilega þannig á Íslandi, sérstaklega hvað knattspyrnumenn varðar, og ég þekki þetta kannski best af öllum íþróttagreinum, að knattspyrnumenn er að standa sig rosalega vel fyrir leik og keppni og æfingu og síðan á meðan þessu stendur þá nú vilt íslenska vatni bara best og svo þegar kemur eftir æfingu og leikaði keppni að þá er bara nánast hvað sem er og mjög algengt að meðal kalla ég ætla að fá með bjór og hammara og franskar og þá er þetta sem ég var að segja áðan með dísilbílinn eða bensínbílinn og dísil að setja ekki á dísil að bensínbíl að þarna verður að velja svolítið betur. Og ég held að ef að knattspyrnumenn á Íslandi geta bætt mataræði verulega einhvers staðar, þá er það í raun og veru í kjölfarið á átökum. Og það er svo fyndið með það að nú þekki ég fullt af afreksíþrótta knattspyrnumönnum, bæði konum og körlum. Og það eru dálítið mikil munur á milli
kalliðkenda og kvenniðkenda. Kvenniðkendur leggja sig mun betur fram. Það er bara ábyrgari. Já, það má segja það, hvað þetta varðar. Leggja sig mun betur fram að hafa mataræði mjög gott og ég get nefnt dæmi bara Hólmfríði Magnúsdóttir að mataræði hennar er mjög gott. Já. En eru afreksmenn í knattspyrnu, eru þeir svona og afrekskonur, eru þau meðvituð þetta? Er þetta hluti af uppeldinu í knattspyrnunni að hugsa mataræði? Nei, það er það ekki og nú þekki ég aðeins til knattspyrnumanna eins og Emil Hallsfreðs og Alfred Finnboga sem dæmi og fleiri, ég meina í eldri kantinum eins og Þorgrímur Þráinsson, þetta hefur ekki verið meðvitað gert hjá íþróttafélögunum en er samt að breytast. Til dæmis hef ég haldið fyrirlestri í vetur og þeir hafa aldrei verið fleiri hjá íþróttafélögunum, knattspyrnufélögunum, þannig að það er einhver vitundavakning í gangi og það er mjög gott. En er ekki líka hætt við því að menn fari út í alls konar svona fæðubótaefni og orkudrykki Jú, akkurat og þetta er eitt af því sem að þjálfara verða að vera upplýstur og þeir sem eru í kringum börnin líka og ég er einmitt með hluta í þessu riti fæðubótaefni og það er meira af svona upplýsingum þetta á fótboltamatur.com, ekki isheldur.com og fólk getur séð á enn frekari upplýsingar þetta þar. Sko, nú að fara í gang sumar með hundruðum spriklandi lítilla fóta allt land á mótum hingað og þangað. Það eru 2 fætur á hverjum, þannig að 1000 Við erum talað 1000, já, það er 2-falt. Þetta minnir mig á hvernig að telja fyrir rétt. Einhvern tímann hitti bóndi verkfræðinga sunnan í réttinu og sagði við hann fyrir að góða með sig hvað heldur sé mikið fjöðina og hinn horfði yfir 2384 held ég. Hvað segirðu? Sagði bóndi, var svona fljóður að telja hausana? Nei, ég taldi nú bara lappirnar og teldi með 4. En það er annar handleikur. En með alla þessa litlu fætur og alla þetta litla fólk sem að fara, þú ert að tala það hér, hvernig eigi bókstaflega að standa því að fæða þessa krakka á þessum mótum til dæmis? Þetta er það sem nú bara að fá að vita þetta. Það eru fullt af foreldrum hann úti sem eru að fá að vita hvernig það standa þessu. Já, fyrsta lagi þá finnst mér mjög mikilvægt að foreldrar geri eins og hægt börnin þáttakendur í undirbúningnum. Þannig að til dæmis ef að farið á stað klukkan 8 daginn eftir að það sé búa til dæmis búa til nesti saman. Þannig að barnið hafi eitthvað það að segja. Í raun og veru þá hafa börn, þau hafa ansi mikið vita því hvað er hollt og hvað er ekki. Það er yfirleitt foreldrarnir svona á einhverjum ákveðnum tímapunkti sem að skemma það með því að dælið í einhverju óhöllu. Einmitt að setja saman nesti fyrir daginn eftir með barninu. Það er líka bara, það er mikil gæðastund, þannig að ég ráðlegg fólki að gera það. Og svo eru hlutur eins og ég nefndi á hann, bara ávexti, þeir eru alltaf gullskildi og það eru heilkorna brauð, samlokur með osti eða einhverju salati og það má alveg vera smjör líka. Við erum líka að hugsa að barnið hafi bara hreinlega gaman af knattspyrnunni og missi ekki orku frekar en þetta sé alveg svakalega hollt þó við viljum ekki hafa KFC eða eitthvað slíkt. Það skemmir fyrir barninu í knattspyrnuiðkun. Og svo bara vera með, það má alveg vera með mjólkudreitil eða vera með ávaxtarsafa. Mér fannst, börnin mínir orðin aðeins eldri núna, mér fannst rosalega gaman og þeim fannst það rosalega gaman að taka til dæmis alls konar hnetur með hvaða hnetutegund sem helst kannski ekki þess að söltuð en bara hnetur gefa góða svona langvarandi orku og fyrir þessa krakka sem að taka þátt í þessu mótum fyrst og fremst af því það er skemmtilegt og þau langar til þess að hreyfa sig að þá er slíkt alveg rosalega hentugt og auðvelt að taka með. Þetta er svona eins og göngumannanasl, suðusúkkulaði og hnetur og svo Já, ef að suðusúkkulaði er mjög dögt, kannski einhver 60-70%. En einmitt, ég meina, akkur ekki, þú veist, ef að krakki búin að taka þátt í erfiðan leik og kemur alveg rennandi sveittur af og hér eru kannski að tala yngri þáttakendur, rosa gaman, hérna færðu smá brauð og svo kemur eitt svona hollur, ekki að slappa súkkulaði móli. Ég meina, við höfum að hugsa þetta út frá hvernig getum við látið barnið upplifa iðkunina með sem jákvæðastum hætti. En þessi bók, þetta rita, þetta nálgast það og svo ertu með upplýsingar á netinu náttúrulega út allt. Já, það er hægt að skoða upplýsingar þetta bara á fótboltamatur.com. Já. Takk fyrir þetta Steinar Aðalbjörnsson, næringarfræðingur. Takk sömuleiðis.